Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætla ég að fara í hluta kaflans ályktanir fyrir talnabreytur úr bókinni Tölfræði frá grunni. Og ég ætla að fjalla ályktanir dreifni. Nú, þegar við framkvæmum tilgátupróf, þá svona ýmislegt sem maður þarf að fara í gegnum og hér þessi listi, svo við rifjum þetta aðeins upp, þessi 6 atriði sem maður þarf að standa skil á. Og fyrst ég að ákveða hvað tilgátuprófi viðeigandi, ákveða hæstu ásættanlegu villulíkur og það þetta alfastig og iðulega þá notum við alfa jafnt á 0,05 nema annað sé tekið fram. Við setjum fram tilgáturnar, 0 tilgátu og gagntilgátu og ákveðum þá 8% hvort það sé einhliða eða tvíhliða. Þannig mjög sjaldan sem við getum fært rök fyrir því að framkvæma einhliða próf, iðulega eru þau tvíhliða. Við reiknum gildið á prófstærðinni og nú ef við erum reikna í höndunum þá könnum við hvort prófstærðin falli á höfnunarsvæði með því að fletta upp í töflu og finna höfnunarsvæðin og athuga hvort að prófstærðin lendi þar. Nú, en ef við erum að vinna í einhverjum tölfræði hugbúnaði þá skoðum við frekar p-gildi tilgátuprófsins og berum það saman við alfastigið. Svo má ekki gleyma því að lokum þurfum við að draga ályktun. Og eins og ég segi, við ætlum að byrja á að skoða ályktanir dreifni og við ætlum að byrja á að skoða tilgátupróf og öryggisspil fyrir dreifni normaldreifðs þýðis og það þá sigma í öðru. Og þetta þá hinn sanna dreifni þýðisins sem við þekkjum ekki og myndum ekki þekkja nema við myndum mæla hvern einn og einasta einstakling eða viðfangsefni í þýðinu. Við notum kvadraðdreifinguna þegar við erum að reikna öryggisspil og prófa tilgátur. 0 tilgátan, hún lítur svona út, sigma í öðru jafnt og við köllum það sigma 0 í öðru, þetta hér bara einhver tala. Þannig að ef við viljum kanna tilgátur sem hljóma svo að dreifni þýðisins sé jafnt og 17 á móti að dreifni þýðisins sé frábrugðin gildinu 17 að þá væri sigma 0 í öðru þetta gildi 17. Og við skulum passa okkur alltaf á því hvenær við erum að fáum uppgefið staðalfrávik og hvenær dreifni og þá hef ég í annað veldi eða ef við fengjum þá staðalfrávikið en ekki dreifnina. Jæja, hér eru jöfnur fyrir öryggisspili. Við höfum hér neðra mark og efra mark og litla n hér stærðin á úrtakinu, s í öðru dreifni úrtaksins, það getum við reiknað út og hér höfum við þessa kvadraðstærð sem við flettum upp í töflunni. Og við sjáum að efra markið alveg eins nema hér flettum við upp eftir 1 mínus alfa deilt með 2 og hér alfa deilt með 2. Þetta væri þá ef við notum alfa jafnt á 0,05 þá hefðum við hér kvadrað 0,975 og fjöldi frígráða, það þessi seinni hérna innan svigans, það jafnt á n-1 eða úrtakstærðin -1 og hér myndum við fletta upp eftir 0,025 ef við værum með alfasteg upp á 5%. Nú, öryggisspilið myndum við skrifa svona, þetta einhver tala sem kemur hér út, þetta tala sem kemur hér út og svo myndum við skrifa öryggisspilið upp, hér höfum við einhverja bara tölu sem við reiknum út, minna en sigma, minna en þessi tala sem við reiknum hér út. Nú, tilgátupróf fyrir dreifni þýðis, 0 tilgátan eins og við sáum áðan sigma í öðru jafnt og þetta gildi hér sigma 0 í öðru, þetta einhver tala. Prófstærðin, hún lítur svona út, n-1, hér höfum við dreifni úrtaksins og þetta gildi hérna sem stendur í tilgátunni og þetta verður bara einhver tala og ef við erum að framkvæma einhliða tilgátupróf þá flettum við hérna upp eftir kvadrað alfa eða kvadrað 1 mínus alfa eftir hvort við erum með minna eða stærri en próf en iðulega erum við með tvíhliða próf oftar en ekki allavega
og þá gagntilgátan að sigma í öðru sé frábrugðið þessu viðmiðuna gildi og við flettum upp hérna bæði eftir alfa deilt með 2 og 1 mínus alfa deilt með 2 og ef prófstærðin gildið á prófstærðinni er annarkvort minna heldur en þetta gildi hér eða stærri heldur en þetta gildi hér, þá lendir hún á höfnunar svæði og við getum hafnað núlltilgátu. Og aftur, þetta eru gildi sem við flettum upp í töflu, kíkvara töflu. Hér er lítið dæmi, Bjarki hann drekkur mikið gos, hann og fleiri neytendur hafa undanfarið sendt kvartanir til gosverksmiðjunnar okkurar að of lítið gosi í flöskum sem verksmiðjan selur, en það er jú mikilvægt að áfyllingaferlið í verksmiðjunni sé stöðugt og dreifnin fara ekki yfir 10 millilítra í öðru. Og takið eftir í hér er sem sagt, þetta er dreifni og einingin er þá millilítar í öðru veldi. Því fara hún yfir það mark mun og hátt hlutfall flaskanna innihalda of lítið og mikið gos. Svo könnum við þetta frekar og tökum slembu úrtakastærð 30, þá er litla n jafnt og 30 og við ætlum að gera ráð fyrir að magnið fylgi normaldreifingu. Við mælum sem sagt magnið í þessum 30 flöskum og reiknum út að staðalfrávikið er 3,5 og við að kanna með viðeigandi tilgátuprófi hvort dreifni ferlisins sé frábrugðin 10 millilítrum í öðru og notum alfa jafnt að 0,05. Nú mæli ég með þið setið á gerðið smá hlé og farið í gegnum þessi 6 skref.